Takk fyrir traustið og bara ágætu fundargestir. Þetta kannski svona aðeins út fyrir minn þægindarhring, þannig ég ætla svona ekki að neita því, en það góða við veit ég að kona mín alveg guðsfegin að ég sé að ræða við ykkur það sem að gerast í Vestmannaeyjum, heldur hún þurfi að hlusta á enn eina ræðuna algjörlega óumbeðin. En það heldur en ekki spennandi hlutir að gerast í Eyjum þessa dagana og sennilega mestu efnahagsumsvif í samfélaginu í gangi frá upphafi, sem ætti nú að vera aldrei jákvætt, en í því samhengi man ég eftir því verandi skipstjórasonur að hvernig umræðan var á heimilinu til dæmis eftir metverkið, þegar kallarnir kíktu í kaffi og síkó og verið að fara yfir aflabröð og þess að þá myndi mig aldrei að það var einhver sem fór á afturfæturnar yfir í hvað þið gengi rosalega vel. Vegna þess að það var aldrei á vísan að róa næst. Og ég held að þetta sé svolítið inngróið í okkar samfélagi. Okkur Eyjamönnum hætti nefnilega svolítið á að stilla væntingastillinum svolítið í hóf. Við svolítið búum okkur undir að versta en leyfum okkur svolítið ekki að hugsa eins út í bara hvað ef. En það má leyfa sér að vera hóflega bjartsýnn. Með þetta hliðarljósi langar mér helst að ræða við ykkur tvö verkefni, en auðvitað eru þau mun fleiri. Ég hef bara stuttan tíma, þannig að ég gæti nú svo sem alveg haldið áfram ef ég vissi mig hérna. En það bara svo rosalega margt spennandi sem að gerast í bæjarfélaginu og mér langar svolítið að hrósa einmitt bara Eyjafréttum fyrir góða umfjöllun bæði á þessum verkefnum og öðrum. Bæði þessi verkefni eiga svolítið sameiginlegt að vera að leggja undirstöður að nýjum atvinnustofum í bæjarfélaginu, sem bara gríðarlega jákvætt. Eins og þið vitið náttúrulega þá hefur svolítið þetta verið tiltölulega einhæft síðar árin, þannig að þetta er mjög spennandi. Fyrirtæki sem ég ætla að tala það er náttúrulega annars vegar Laxey og hins vegar Lava Spring. Ég hef nefnilega bara verið svo heppinn að fá að fylgjast með þróun þessara verkefna ef svo maður segja eiginlega bara frá byrjun. Og ef við byrjum aðeins á Laxey þá náttúrulega pínu nostalgía hjá mér að því að sem krakki þá fékk ég að fara með mömmu að fóðra út í Klettsvík. Þannig að þetta er eitthvað sem hefur svolítið fylgt manni. En staðan þar í dag er í raun hálf ótrúleg. Og ég held að fólk sé bara ekki alveg að átta sig á því sem er í raun að gerast. Ef við tökum bara Seiðaeldisstöðin, hún er klár. Það tók ekki nema 15 mánuði að byggja hana. Og mér skildist að það hefði farið einhverjir 5.300 eða 5.800 rúmmetra steypu. Ég þekki nú svo sem ekki mikið að steypu, en mér skilst að þetta sé meiri steypa en fór í alla uppbyggingu Vestmannaeyjum eftir eldgos. Bara sem dæmi. Fiskeldið í Viðlagafjöru er hafið og mér fannst það vera svolítið tákgrænt þegar maður sá að þegar var verið að fylla tankbílinn af seiðum og flytja í Viðlagafjöru, að það var þetta svolítið svipað eins og við varum núna upp af 9 tímum þar sem núna erum við að dæla nýju olíu á tanka sem við flytjum svo út með tilheyrandi gjaldeyristekjum fyrir þjóðarbúið. Tímaplanið líka hjá Laxey sem var sett upp fyrir meir en 2 árum síðan er á áætlun sem er reyndar alveg ótrúlegur árangur í sjálfu sér í viðamiklu merkefni og raun ber vitni. Það hefur einmitt sérstaklega verið mjög gaman að fylgjast með uppganginum og upplýsingagjöfinni hjá fyrirtækinu og þá fyrst og fremst eins og frá Óskari Jónsson. Til að átta sig á hversu risavaxið, ég afsökja í stað með eitthvað pínu stressaður hversu risavaxið þetta verkefni er í raun, ákveð að setja hlutir í ákveðið samhengi. Ég veit að þú vera að tala einhverja milljarða ofan að þetta svolítið erfitt að tengjast hvað í rauninni þetta er. En það var mjög gott viðtal við Lárus Ásgeirsson, stjórnarformann hjá Laxey í Eyjafréttum, sem held ég að Ómar hafi tekið.
Og svona þessar stærstu tölur verið að tala að heildarframkvæmdir verður sennilega svona norðan með yfir 60 milljarðar. Og hvað það? Það svona eins og 10 landeignar uppreiknað á verðlaginu í dag. Útflutningstekjur 30 milljarðar. Tekjur Vestmannaeyjabæjar skilst mér 2022 voru svona tæpir 9. Það búið að safna 13 milljörðum. Til að setja það í eitthvað samhengi þá þurftu allir Vestmannaeyingar að leggja tæpa 3 milljónir í verkefnið. Og þetta bara byrjunin. Það skapast yfir 100 störf, auk fjölda afleiddastarfa og stærsti erlendi fjárfestirinn í Laxey, Ivo Group, bara sem dæmi með 16 sinnum meiri árstekjur heldur en bara til dæmis Vinnslustöðin. Og auður fjölskyldunar þar á bakvið, ef við deilum honum á alla Vestmannaeyinga, þá eins og hver einstaklingur að fá 150 milljónir. Þannig að þetta eru rosalegar upphæðir. Og þannig að en ég veit alveg að þetta eru bara tölur á blaði. Og hægt að spyrja sig hvort þetta sé eitthvað sem að marka, þetta einhverjar skýjaborgir sem ekki verða svo til og þess að það. En ég alveg sannfærður að svo sé ekki. Og hvers vegna það? Fyrir það fyrsta, eins og Páll Magnússon, eða Palli Magg, orðaði svo skemmtilega í áramótapistli á sér, að þá sagan á bak við Laxey svo góð. Og í grunninn fyrirtæki ekkert annað heldur fólkið sem á bak við. Og svona bara þegar hann var að koma inn á það, þá man ég þegar Laxey bauð upp á skoðanaferð á Goslokahátíð 2023 á laugardegi og ég mætti þar kampakátur og Hallgrímur Halli tók á móti og þá var það fyrsti maðurinn sem við mættum í vinnugallanum, þá var það Sigurjón. Og mér finnst þetta að vera svolítið svona lýsandi dæmi þá sem koma að þessu verkefni. Og Laxey hefur nefnilega líka svona ákveðið kastaladíki, ef við tölum svona eitthvað svona fjárfestamáli eða svona mót, sem alveg bara rosalega erfitt að keppa við. Og ég held að margir átta sig ekki alveg á því. Fyrir utan náttúrulega stofnunina að eins og bara flest allir þekkja, þú veist, með Sigurjón og hvernig sagan og miklu betur heldur en nokkurn tímann ég. En í grunninn þetta bara, þetta aðilar sem taka sig ekki of hátíðlega og bara harðduglegir. Og það sem var náttúrulega svona aðdánavert í byrjun á þessu verkefni að það var ekkert verið að bíða eftir einhverjum fjármagni annars staðar frá, það var bara byrjað. Og þetta svona kallað svona first money in sem rosalega mikilvægt til þess að fá aðra til þess að trúa á verkefni. Þetta svona ákveðið svona hjarðhegðun sem gerist á og hefur gerst. Stjórnin sem á bak við félagið líka mjög sterk. Það sem líka svona aðdánavert að það bara rosalega mikill svona velvild hjá bæjarbúum og hjá bæjarstjórn. Maður hefur alveg fundið fyrir því auðvitað náttúrulega skipta skoðanir og alls konar hlutum, en ég held á heildina litið átti allir sig á mikilvæginu fyrir bara heildina í okkar samfélagi. Líffræðilegar aðstæður eru náttúrulega bara eins og gerast bestar. Og þetta ekkert einhver skoðun hjá mér eða eitthvað slíkt, en það bara þannig að það nýbúið að gera rannsókn í Vestmannaeyjum sem að Róbert Guðfinnsson var einn af þeir sem kom að því. Svolítið gaman að því að vita að hann var einmitt í skipstjóra- og stýrimannaskólanum með pabba í Eyjum. En þá einmitt kom hann inn á að bara aðstæður og sjávarhiti í Vestmannaeyjum eins og best verður á kosið í heiminum. Og þetta ekki skoðanir einhverja Vestmannaeyinga eða mína, þetta bara frá henni svona svolítið talað svona sem guðfaðir á þessu fiskeldi á Íslandi, sem rosalega jákvætt og rosalega erfitt að keppa við. Og þegar maður að tala eins og bara hvernig að gerast í Þorlákshöfn, aðstæður eru miklu betri hér. Það sem líka annað sem svo rosalegt og maður talar alltaf hvað eru mest og best í heimi og svona, en þetta ekki endilega mína skoðanir, en það að eins og hvernig staðan inn í Eyjum, það hvergi annar staðar þar sem að þú getur nánast labbað. Seiðareldisstöðin bara rétt fyrir neðan, Stórseiðin í Viðlagafjöru og við hliðina á því verður Landhelgin.
Þetta allt í göngufæri nánast. Þetta bara samkeppnisaðstæður sem bara ekki hægt að keppa við. Og að sjálfsögðu þá líka náttúrulega eins og bara þegar að vera að sigla með fiskinn og slíkt, boðleiðirnar eru svo rosalega stuttar. Og það sem að eins og Halli var einmitt að tala líka kannski kosturum við að laxi svolítið eitt þetta hér. Heldur en kannski það sem svona, það eru kostur og gallar, kostur eru mun fleiri þannig að engin aðrir að vasast í kringum verkefni. Þannig að þú getur svolítið stýrt þessu vel sem að svolítið ókostur varðandi eins og það sem búin að sjá eins og í Þorlákshöfn, bara með við bara nýlega umfjöllun af þessari mölunarverksmiðju og hitt og þetta sem að margt svona, þegar kannski asinn færi svolítið yfir marga þá að gera svo mikið og það kannski fer að hamla öðru. Það sem að mér finnst sjálfur svona, og ég ætla nú að reyna að vera svolítið fljótur þannig að ég bara stoppi með það sem hefur svolítið lítið farið fyrir í umræðinni hjá Laxey að þegar uppbygginginu var hvað mest og kom svo fram á þegar verkefnið svona þróaðist meira var að tekjupóstinni breyttist út í að vera 2 í 3 og þá ég að tala þessi stórseiði. Þetta svona rosalega svona skemmtilegt orð en þetta bara stórseiði þegar seiðin eru alin upp í svona hálft kíló og eru svo flutt út. Og af hverju það svona mikilvægt kem ég að rétt á eftir. Stóri áfanginn hjá Laxey og þegar ég að tala Laxey þá ég bara að tala Vestmannaeyjar. Þetta ekki bara Laxey, þetta bara við öll. Ég ætla að leyfa mér allan að segja við öll að því að tel mig ennþá vera svona ákveðið partur af eigin þáttur ég var fyrstu 25 árin en pappi bjó í tæp 40 ár en hann fæddist í gær þannig að hann var aldrei Vestmannaeyingur. En sem sagt Laxey kláraði ákveðið útboð í apríl í fyrra. Og það sem svo rosalega stórt í því að þetta eru 13 milljarðar. Þetta alltaf rosa stórar upphæðir og hvað eru 13 milljarðar? Allan ennþá veit ég ekki nákvæmlega hvað mikið, allan ég hef ekki séð svoleiðis svona bankabókið, þetta víst rosa mikill peningur. Og þetta þá bæði og það sem kannski stóra fréttin í þessu að þetta eru ekki bara fjármunirnir, heldur þetta líka það sem á bakvið þá. Og það þessi erlenda fjárfesting. Eða svona, og ekki bara erlend, heldur þetta eru erlendir fjárfestar með rosalega mikla reynslu af fiskeldi. Eða eins og svona tala þetta svona smart money. Og það ekki eins og króna á móti krónu, það miklu verð meira. Og bara til þess að þannig að það rosa margir sem öfunda Laxey að hafa náð þessu. Vegna þess að fyrir þá sem að þekkja þá gríðarlega svona góður stimpill að fá svona alþjóðlega fjárfesta inn, ekki bara til Íslands, heldur til Vestmannaeyja og bara til þess að það gangi eftir, þá þarf að tikka í ansi mörg box. Þannig að þetta gerist ekki sjálfur sér, það þarf að, þetta ekki bara því að einhverjum einum aðila finnst þetta rosalega spennandi, heldur það þarf að tikka í ákveðin box þannig að þetta rosalega mikil viðurkenning og það sem líka ennþá verðmætir í þessu að þessir aðilar sem að koma inn, þeir eru þekktir fyrir það vegna þess að þetta verkefni á Laxey rosalega fjármagnsfrekt að þeir fylgja eftir verkefnunum. Þeir fjárfesta áfram og þeir hafa sýnt það í nýlegum dæmum. Og það sem kannski veitir svona aukna vikt hjá Laxey meðal annars að fá inn mjög stóra norska fjárfesta náttúrulega að Noreg náttúrulega langstærstir í Laxey í heiminum. Og við erum strax svona, og það sem einmitt ég tala alltaf það sem kannski margir áttar sig ekki alveg á því, að það sem gerast oft í þessu framhaldi að það opnast ákveðnar dyr sem kannski annars voru lokaðar. Eitt dæmi til dæmis varðandi fjármögnun, en önnur bara svona klasamyndir sem við erum strax farin að sjá. Smyrline samkvæmt ef allt gengur eftir þeir eru að byrja hugsanlega í lok þessa árs. Það náttúrulega kom ég ætla að segja gríðarlega jákvæð og stór yfirlýsing frá stærsta fóðurframleiðanda í heiminum í dag sem Skretting og þar kom einmitt yfirleitt, þetta var í erlendum miðlum, ekki innlendum og þar var einmitt yfirlitsmyndin af Vestmannaeyjum og af hverju það? Vegna þess að Skretting hluthafi í Laxey þannig að þið sjáu þannig að nú ég ekki, þetta ekki mín orð en líklegt að það komi hingað, það allan að myndi ég segja meiri líkur heldur minni. Allan að þetta mjög jákvæð. Og ég ræddi við Lárus einmitt í gær og
Hann vildi koma svona á framfæri sko þakklæti hvað velvildin hefur verið mikil í Eyjum og eins líka bara hvað Eyjafréttir hafa fjallað svona jákvætt þetta verkefni. En þar kom hann einmitt inn á það sko að hann væri mjög sko bjartur á framhaldið og ég mátti koma svona aðeins inn á nokkra hluti en mér finnst þetta tiltölulega stórt að núna það mikil velvild með þessu verkefni að Laxi hefur þurft að hafna bönkum fjármögnun sem mjög sérstakt. Ég vildi þetta alltaf svolítið að biðja það, þannig að það meiri áhuga á fjármagnaverkefni heldur en að þurfa. Annað sem myndi ég segja allan að stærsti svona mælstólinn hjá fyrirtækinu hingað til að þeir eru búnir að gera viðskiptasamning stórsvið. Og þetta margra ára samningur og af hverju þetta svona rosalega verðmætt? Vegna þess að eins og oft með sprotafyrirtæki og varðandi fjármagnir og slíkt að það skiptir máli að tekjurnar koma inn sem fyrst. Og þegar þetta að gerast þegar upphaflega var lagt ráð fyrir að tekjurnar kæmu inn við fyrstu slátrun að þá með því að selja stórseði að þá flýtir það fjármagni inn í verkefnið kannski hálft ár. Þannig að þetta bara eitthvað sem ekkert annað landeldisfyrirtæki held ég bara í heiminum hefur náð. Og hvað þá á Íslandi. Þannig að sem kannski segir svolítið af hverju fjárfestar vilja eltast við þetta verkefni. Og það sem svolítið, þetta svolítið spírall, eftir hvað kemur meira fjármagn, því meira fjármagn kemur eftir því og koll að kolli. Félagið stefnir á því að fara núna í hlutafjárútboð á þessum fjórðungi og til þess að fjármagna fasa 2 og samkvæmt honum áhuginn mjög mikill og sennilegt að færri komast að en vilja. Og af hverju það eins mikilvægt að fyrsti fasin að hann kláraðist að þá eiginlega annar fasin enn mikilvægari því að hann tryggir ennþá meira sjóðstreymi sem eykur þá líkurnar á fasa 3, 4, 5 og 6. Bara þetta svona mest crucial sem að fyrirtæki að gangi í gegnum. Og kannski svona smá niðurlag á Laxi og látum okkur kannski aðeins dreyma en það er nú ekkert langt síðan og auðvelt að setja sig að hugsa aðeins tilbaka hvað gerist með fyrirtæki Kerecis og það náttúrulega bara þetta eru Vestfirðir alveg sem Vestmannaeyjar að 2019-2020 þá fóru þeir í hlutafjárútboð og fengu inn erlent fjármagn og þar meðal annars var hún Laurene Powell Jobs ekki Steve Jobs. Það var markaðsvirði fyrirtækisins 12 milljarðar. 2 árum seinna kemur Lego fjölskyldan inn, verðmætið 80 milljarðar. Ári seinna yfirtekur Coloplast Kerecis en það eru tengingar milli Lego fjölskyldunar og Coloplast á 175 milljarðar. Á örfáum árum 14-faldaðist fjárfestingin hjá Kerecis og það jákvæða við það var að langstærstu fjármunirnir skiluðu sér til Næsarfélagsins. Þannig að geti tekið þetta inn í helgina. En annað, ekki síður spennandi verkefni Baðlón og Hótel Lavaspring. Það var náttúrulega nýlega búið að halda íbúafund hér, þannig að margir eru vel inn í því og Eyjafréttir hafa einmitt gert því góð skil. En ég ætla að fara bara stutt yfir það. En bara hvað í vændum að Baðlónið þá að 1500 fermetrar. Og þetta allt einhverjum tölur og ég ekki smiður en það bara svipustæður og skælabúm. Þetta verður 90 herbergja hótel og til að setja það í eitthvað samhengi þá þetta lúxushótel og þetta svipar svolítið til eins og þegar Bláa lónið fór í uppbygginguna hjá sér, þannig að þið getur skoðað hvernig það kom út. Þetta náttúrulega skapar fullt af störfum, bæði beint og óbeint. Og þetta getur hugsanlega orðið stærsti ferðamannasegullinn á eyjunni ef eitthvað að marka til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, en þar komum við til ljós að stærsti ferðamannasegullinn þar var ekki Hallgrímskirkja eða Harpan, það var Skælagöng. Og þessi skiptir enn meira máli fyrir samfélagið og ferðaþjónustuna í heild að þessi framkvæmd líka til þess að lengja ferðatímabilið á eyjunni og auka þar með bara rekstrarskilyrði og verðmætasköpun annarra fyrirtækja í greininni.
alveg eins og með Laxey, þetta ekkert bara sem að gerast hjá einu fyrirtæki, þetta smita sig út allt, sem gríðarlega jákvætt. Og það sem hefur alveg sárlega vantað, alveg eins og þegar kemur erlent fjármagn inn í Laxey, að það hefur svolítið vantað inn í, leiðakerfi hérna í Eyjum að fá alþjóðlega hótelkeðju. Og eins og Kristján eða Stjáni, eins og flest þekkja hann, og Magga, sjálfsögðu, en Stjáni kom inn á því á þessu fundi að það eru viðræður í gangi að verði alþjóðleg keðja sem kemur þar inn. Og þetta þá ekki þetta hótel það geta að fara í samkeppningu við önnur hótel eða slíkt, þetta bara til að stækka markhópinn, sem alveg gríðarlega jákvætt að vita það allir bara þegar hótel kemur inn, það eru tengingar út allt, þannig að þetta kemur til með að efla ferðaþjónustuna hér. Og svona aðeins í lokin að þá nýjustu fréttir eru heldur ekki skemma fyrir. En það var nú bara, held ég, bara í vikubyrjun að þá kom fram að Hótel Selfoss hafi verið breytt í Marriott hótelið. Og hvað skiptir það okkur máli? Jú, eigendur á bakvið Hótel Selfoss Jóða e.h.f. Og þegar þeir keyptu Hótel Selfoss þá keyptu þeir í framhaldinu Hótel Vestmannaeyjar. Og í framhaldinu eignir af Kaldalón, semst aðrar ferðaþjónustu eignir sem einmitt Stjáni og Magga byggðu svo myndarlega. Þannig að það skyldi þó aldrei vera að innan tíðar verði Hótel Vestmannaeyjar orðið að Marriott hóteli. Ég allan myndi ekki veðja á móti í. Og þegar við kveðjum gamla árið og byrjum nýtt, og ef það eitthvað svona eitt orð sem að mér finnst að við ættum að taka inn í nýja árið, þá það bjartsýni. Takk fyrir.